Ágætu gestir, því miður fengust ekki túlkar, því verðum við að vanda okkur betur í framsetningu. Fyrir hönd stjórnar átaks og félagsmanna og samstarfsaðilum sendiherra samning Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks og þáttastjórnendur þáttanna með okkar augum sem sýndir eru á RÚV býð ykkur hjartanlega velkomin á þennan fund frambjóðendur svara. Samskonar fundur var haldinn í síðustu forsetakosningum og fór fundurinn fram úr björtustu vonum. Hátt í 100 manns tóku þátt í fundinum, 8 frambjóðendur mættu og svöruðu spurningum frá fötluðu fólki og viðburðinum var streymt lifandi á netið. Þetta var í fyrsta sinn sem svona fundur var haldinn þar sem fatlað fólk fær tækifæri til þess að eiga samtal við frambjóðendur. Við leggjum áherslu á að allir skilji það sem hér fer fram og biðjum því að þeir sem ætla að tala séu skýrmæltir og tali á auðskildu máli en flæki ekki mál sitt. Ég vil undirstrika það við ykkur góðu gestir að bera virðingu fyrir þeim frambjóðendum sem hér eru. Við munum opna hljóðnemann fyrir spurningar úr sal. Hér ætlum við að eiga kurteis samtal. Einnig bið ég ykkur frambjóðendur að sýna hvor öðrum virðingu og kurteisi. Við erum ekki hér til að rífast. Fyrst og fremst vil ég þakka ykkur frambjóðendum fyrir að þiggja boð okkar. Þáttaka ykkar skiptir okkur miklu máli og þið þorið að setjast niður með okkur og svara þeim spurningum sem liggja okkur á hjarta. Ég hvet alla til að taka virkan þátt og vera ófeimin við að spyrja spurninga hér og eftir þegar orðið verður gefið laust. Allar spurningar eru leyfðar. Að lokum vil ég þakka öllum sem komu að skipulagningu þessa fundar, samstarfsaðilum og þá sérstaklega Exton fyrir að hafa séð tæknimálin og sjónvarpsstöðinni Hringbraut fyrir að sýna beint frá viðburðinum. Nú taka sendiherrarnir við með kynningu það hverjir þau eru og hvað þau standa fyrir. Ég óska ykkur góðs gengis og gef nú sendiherrum orðið, gjörið svo vel. Marja, kanntu? Då ger jag kvinna. Ekki þetta. Komið sæl. Við hétum Marja og Skúli Steinar. Við erum sendra Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks. Velkomin. Hluti okkar sendara að kynna samninginn Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks. Sendaraverkefni varð árið 2011 og landssamtökin Þroskahjálp fengu styrk frá Evrópusambandinu til þess að fólk með þroskanám getur lært samninginn og kynnt hann fyrir öðru fötluðu fólki. Þá fórum við sendaranámskeið hjá Fjölmennt og höfum verið starfandi síðan 2011 og núna 2016. Velferðarráðuneytið styrkir verkefni út árið 2016 og þannig að framtíð sendara óráðin. Það ekki vitið hvað verður framhald sendarana. Við vonum svo sannarlega að við fáum halda okkur góð starfi áfram. Okkur langar að segja okkur aðeins frá mikilvægi sendaraverkefnis, hverju hefur skilað okkur mati. Verkefni hefur breytt okkur líf og gefið okkur tækifæri til að hafa áhrif og breyta samfélaginu. Við höfum kynnt samninginn fyrir fólki allt land kringum 250 kynningar. Þá bæði kynnum við fólk réttinn sín fyrir hvað samningur stendur. Þannig að við vekjum við fólk umhugsunar og segjum frá hvernig hægt að fara eftir samningnum. Með því að segja okkur frá okkur
lífið berjast við gegn fordómum og mögulega breytum viðhorfum því. Það mikið að vekja athygli að drukkna fatlað fólks. Hæfileikum fólk með þroskahömlun. Verið sjálf nefnilega mikilvægustu sérfræðingarnir sendarana í samningnum og þurfum að vera sýnileg. Það var bara María. Já, komiði sæl sem hér eru staddir og einnig í sjónvarpssal. Fólk með þroskahömlun stoltur, sterkur hópur. Það mátti sjá á stoltgöngunni okkar í sumarlok. Við viljum vera sýnileg í samfélaginu, taka þátt á öllum sviðum lífsins. Við viljum lifa sjálfstæðu lífi, hafa val búsetu. Við viljum fá fjölbreytt atvinnutækifæri á almennum vinnumarkaði. Það mikilvægt að hafa eitthvað að gera og einangrast ekki frá samfélaginu. Við viljum líka hafa meiri möguleika þegar kemur að menntun. Því við erum alls konar með ólíka hæfileika. Við viljum hafa aðgengi að öllu samfélaginu. Bæði aðgengi að byggingum, stöðum á öllu landinu, en líka að upplýsingum, skrifuðum og töluðum. Samfélagið á að vera þannig að það gert ráð fyrir okkur alltaf og allstaðar. Fyrir kosningar næstu helgi viljum við því sérstaklega leggja áherslu á þessi mál. Búsetumálin eru mikilvæg. Það þarf að vera miklu meira val fyrir fólk og það þarf að minnka biðlistana. Það þarf líka að auka menntunartækifæri. Í dag of lítið í boði fyrir fólk með þroskahömlun og ef fáir komast að til dæmis í diplómnámið við Háskóla Íslands. Það þarf að setja MBA, notendastýrða persónulega aðstoð í lög sem allra fyrst. Atvinnuþátttaka skiptir okkur miklu máli og það þarf að auka atvinnutækifæri fólks með þroskahömlun. Við þurfum að geta lifað mánuðinn af og því lífsnauðsynlegt að hækka bætur. Það þarf að gera ráð fyrir okkur, þátttöku okkar í öllu í samfélaginu, líka stjórnmálum og það mikilvægt að fólk með þroskahömlun og stjórnmálamenn ræði saman. Samningur Sameinuðu þjóðanna
stendur okkur nærri leið og við fögnum fullgildningu hans. Þá þarf að halda áfram og lögleiða hann. Allar greinar hans og halda baráttunni áfram. Við erum bjartsýn á framtíðina. Við höldum að samningurinn geti breytt miklu ef farið er eftir honum. Að lokum viljum við hvetja ykkur til að hlusta á raddir fólks með þroskahömlun. Við hvetjum ykkur til að setja mál ykkar fram á auðskildnu máli, hátt á fundinum og alltaf. Og við hvetjum ykkur til að virða mannréttindi okkar umfram allt og munið eftir okkur. Takk fyrir okkur, góða skemmtun í kvöld. Nú tekur Andri við. Takk fyrir. Það er komið að mér núna. Komið í sæl, kæru fundargestir. Mér langar að byrja að þakka öllum frambjóðendum fyrir að mæta hér í dag og ég vona að ég færi fram málefnalega og uppbyggilega umræðu sem við okkur öllum til sóma. Með mér hér í dag er vinkona mín með okkur augum, Katrín Guðrún Tryggvadóttir og hún Ína Óvens Valsdóttir frá sendiráðunum sem munu spyrja frambjóðendum af nokkra spurningar og leita það svara við því sem helst brenna á fötluðu fólki. Katrín og Ína, gjörið svo vel. Komið sæl og verið hjartalega velkomin. Okkur langar að byrja á einföldu spurningu. Við förum eftir stafrófsröð og fulltrúi Alþingis fylkingar Guðmundur Magnússon byrjar. Hvað viljið þið gera fyrir fatlað fólk svo þið líði betur í samfélaginu okkar? Og við viljum biðja ykkur að svara heiðarlega. Jó, ég ætla að vona að geti svarað þessu heiðarlega. Fyrsta lagi þá vil ég þakka átaki fyrir þetta átak að bjóða okkur hingað og ég vil sérstaklega þakka sendiherrunum fyrir þeirra starf. Ég hef fengið að fylgjast með svona þeim úr fjarska þennan tíma sem þau hafa starfað og mér finnst það stórkostlegt og ég tel að við höfum að horfa meira til þeirra og vona að við fáum að sjá þau meira og oftar. Þetta fer á fyrsta spurningin. Hvað viljið þið gera fyrir fatlað fólk svo þið líði betur í samfélaginu okkar? Já, Alþýðufylkingin vinnur að jöfnuði í samfélaginu og félagsvæðingu. Við teljum að mannréttindi séu algjört skilyrði til þess að séu jöfnuður í samfélaginu. Og þar er samningur Sameinuðu þjóðanna réttindi fólks með fötlun. Hann hefur verið látinn danka. Það er jú búið að fullgilda hann, en það er ekki nóg. Það verður að lögfesta hann. Vegna þess að þó að fullgildingin sé að þá það lögin alltaf sem gilda og lög geta verið æðri heldur en það sem stendur í samningnum. Staðinn fyrir að þá löggilda samningin og þannig verður hann miklu skýrari og sterkari og nauðsynlegur fyrir okkur. Þannig verður til dæmis ekki hægt að komast hjá því að lögfesta NPA og að hækka bætur eða samfélagslaun eins og við viljum hafa. Takk. Eva, þú næst að svara.
Já, góðan daginn og takk kærlega fyrir að bjóða mér hingað, kæra átak og kæru sendiherrar. Ég vil taka undir hérna með Guðmundi að síðan sendiherrarnir fóru á VAP 2011 þá vil ég telja að þau hafi algjörlega rutt leiðina til þess að samningurinn var samþykktur nú á dögunum. En eins og sessunauti minn sagði hér áðan að þá auðvitað skiptið að máli fyrir okkur sem munum næst sitt í ríkisstjórn að löggilda samninginn til að við getum virkilega staðið við þær greinar sem að þar standa. Nú, við í Bjartri framtíð viljum að engin manneskja sig út undan. Við viljum standa mannréttindavaktina og það auðvitað kemur að málefnum fatlaðra og þeirra sem eru með þroskahömlun. Við viljum auka möguleika þannig að fatlaðir og þeir sem eru með þroskahömlun geti haft val sjálfstætt líf. Við að sjálfsögðu viljum auka menntunarmöguleika. Þeir hafa verið að skornum skammti, til dæmis þegar litið til listnám sem ég hef mikið heyrt og bara fjölbreyttari möguleika innan menntageirans. Auðvitað þurfum við líka að sjá til þess að fólk hafi meiri val þegar kemur að búsetu. Eins 27. grein atvinnumál. Við þurfum að stórauka möguleikana til atvinnu. Oft maður bara látin vinna einhvers staðar þótt maður hafi engan áhuga á þeirri vinnu. Og það bara staðreynd að okkur langar að vera að gera gagn og þegar við erum einhvers staðar sem við viljum ekki þá gerum við minna gagn. Nú og að sjálfsögðu eins og við í Bjartri framtíð höfum mikið lagt upp úr að þá það lögleiðing á MPA. Við höfum mikið talað fyrir því frá byrjun. En ég held ég láti þetta nægja að svo stundu. Takk fyrir og takk fyrir að bjóða okkur í dögun og við líst rosalega vel á vinnun ykkar. Dögun leggur áherslu á mannréttindi, starfsöryggi, réttindi til búsetu, réttindi til að eiga öruggt heimili og það gildir fyrir ykkur sem okkur hinn. Það er allir rétt á þessum mannréttindum. Takk. Guðmundur Kristinsson úr Flokki fólksins, þú svarar næst. Góðan daginn og takk fyrir að vera hérna. Flokkur fólksins með skýra stefnu í málefnum okkar. Ég sjálfur í þessari aðstöðu. Ég eiginlega næstu upp á dag fyrir 1993 sama tíma og þessi átak var stofnað. Lendi ég í umferðarslysi sem veldur því að ég er komin í hjólastól í dag en get nú samt aðeins stöðlast enn á hækjum. Og maður rekst alltaf á þessa veggi, glerveggi út allt. Ég var síðustu 2 árin í endurskoðunarnefnd almannatrygginga og það sem ég blöskraði mest þar var að það talað okkur sem kostnað. Við erum fólk, við erum ekki kostnaður. Og það sem ég finnst ósanngjarnt í þessu öllu saman var það að það var ekki okkur að kenna að við fengum ekki hækkanir eins og eldri borgarar. Það verður að taka strax á þessum málefnum og koma þessum hlutum í lag og þess vegna það grunnstefna hjá Flokki fólksins 300.000 krónur útborgað fyrir eldri borgar og öryrkja eftir skatt. Þetta verður númer 1 og þetta þarf að koma strax og síðan auðvitað að lögfesta sáttmála Sameinuðu þjóðanna. Og við verðum að passa okkur upp á því að þegar við var skrifað upp á sáttmálan, það var 2007, það er 9 ár síðan, að það líði ekki eins langur tími að hann verði lögfestur, heldur verður hann lögfestur innan árs. Það er bara krafa. Takk fyrir. Takk fyrir. Sigurður Ingi Jónsson fyrir hönd Framsóknarflokksins, þú svarar næst. Já, takk. Gaman að vera með ykkur hérna í dag. Það var auðvitað mjög mikilvægt að ná að fullgilda samning Sameinuðu þjóðanna fatlað fólk sem hefur beðið mjög lengi. Og við náðum því núna í haust og fullgilding þýðir að það fór í gegnum þingið með samþykki þess. Síðan þarf að breyta nokkrum lögum til þess að geta haldið áfram að ná þessari svokallari lögfestingu samningsins í gegn. Og af því hefur verið unnið og meðal annars hefur verið unnið eða hafa verið frumvörp sem hefðu orðið að lögum og verða það vonandi á næsta þingi hafa verið til umsagnar á vef velferðarráðuneytisins. Bæði félagsþjónustu sveitarfélagana og einnig málefni fatlaðs fólks. Þar inni er NPA notendastýrða persónulega þjónustan, aðstoðin og við teljum mjög mikilvægt að hún verði einnig kláruð og þetta eru svona verkefni sem að lúta að þessu lagalega umhverfi. En það sem kannski
ég vildi segja því þið spurðuð skýrt heiðarlegt svar, að þá snýst slíkt heiðarlegt svar að við erum öll Íslendingar, eigum öll að hafa jöfn réttindi og því myndist hér á bæði aðgang að vinnu og menntun. Og ég held að það sé þau verkefni sem við stöndum frammi fyrir og þurfum að ljúka. Ef við horfum 10, 20, 30, 40 ár aftur í tímann, þá hefur gríðarlega margt áunnist á Íslandi í þessum málaflokki og við höfum smátt og smátt verið að ryðja niður hindrunum sem að þið hafi orðið fyrir. Og það sem að ég held að sendiherrarnir hafi hjálpað til og samstarfið ykkur og mæta á fund eins og þennan og hlusta á ykkar sjónarmið, það muni hjálpa okkur smátt og smátt til þess að komast alltaf lengra og gera samfélagið að eins góðu samfélagi þar sem allir eiga möguleika og bæði að mennta sig og einnig vinnu við hæfi. Og það hið heiðarlega svar, það viljum við í Framsóknarflokknum. Júlíus Valdimarsson fyrir hönd Húmanistaflokksins, þú næstur að svara. Takk fyrir og takk fyrir að bjóða mér hingað. Mér finnst mjög merkilegt að koma á fund og heyra í ykkur og ég alveg sammála því sem einn sendiherra sagði að þið eruð sérfræðingarnir í því hvers þið þarfnist og ég líka mjög hrifinn af þessu slagorði sem að þið eruð með, ekkert okkur án okkar. Því að það eru þið sem að geti þrýst á að bæta ykkar kjör og þið standið ykkur mjög vel í því. Húmanistaflokkurinn, ég spurði hvað þýðir þetta eiginlega. Þetta alþjóðlegur flokkur og það human being, það að segja, þetta flokkur mannréttindi og manneskjuna umfram peninga og völd og allt annað. Og mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna eitt af okkar stefnuskjölum. Vandinn hins vegar sá að öll mannréttindabrot eru efnahagsbrot, þar að segja. Það eru fín mannréttindi, mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna og einnig þetta fatlað fólk sem stórkostlegur áfangi. En vandinn bara sá að það vantar yfirleitt peninga, þetta snýst allt peninga. Án peningana er ekki hægt að útfæra notendaþjónustuna og svoleiðis að það peningavaldi sem stendur í veginum og við sem að bankarnir vilja græða á fólki, tilveru fólks og það eru bankarnir sem við köllum að viljum í ræningalandi því að þeir setja vexti á okkur og það 100 milljónir á ári sem fara út úr hagkerfinu bara til ríkasta fólksins út af því að það verða að ræna okkur með vöxtum og þetta þarf að taka til greina. Það þarf mannréttindi en það þarf að leiðrétta efnahagsbrotin. Takk. Ragnhildur Guðmundsdóttir fyrir hönd Íslenska þjóðfylkingarinnar, þú svarar næst. Hún ekki mætt. Ha? Ég var ekki mætt. Ég ekki mætt. Hvað var ég að gefa til neyða að gera? Jón Þór Ólafsson fyrir hönd Pírata, þú svarar næst. Ekki mættur heldur. Það var ég að gefa til plan C. Sigríður Ingibjörg Ingadóttir í fjarveru Oddnýjar G. Harðardóttur við hönd Samfylkingarinnar, þú svarar þá. Já, Oddný biður að heilsa en ég komin og kæra þakki fyrir boðið og ég þakka átaki og sendiherrunum og ykkur úr með okkar augum fyrir að halda þennan fund. Og við í Samfylkingunni, við erum náttúrulega flokkur jöfnuðar og mannréttinda og við vitum það að við öll manneskjurnar eigum það sameiginlegt að við viljum öll fá að taka ábyrgð á okkur sjálfum, við viljum geta hjálpað öðrum og við viljum geta haft áhrif á samfélagið sem við búum í. Og sendiherrarnir og átak eru einmitt dæmi það þegar að fatlað fólk tekur málin í sínar eigin hendur til þess að hafa áhrif á samfélagið sitt. Og kæra þakki fyrir það, því að það gerir samfélagið betra fyrir okkur öll. En það sem að við í Samfylkingunni leggjum áherslu á að lögfesta notendastýrða persónulega aðstoð
svo að fleiri geti fengið aðstoðina og að þeir sem eru með hana núna þurfi ekki að búa í óvissu framtíðina. Og það hræðilegt að búa í óvissu það hvort þú fáir áfram að lifa sjálfstæðu lífi eða hvort þú fáir einhvern tímann tækifæri til að lifa sjálfstæðu lífi. Þetta er mjög stórt réttindamál fyrir þá einstaklinga sem að í hlut eiga. Svo viljum við líka hækka örorkulífeyrinn og breyta honum þannig að fólki sé ekki refsa fyrir að vinna og það skerðast bæturnar þeirra. Þannig að við viljum breyta því og gera það betra. Við viljum líka að ég er alveg sammála þessum með húsnæðismálin, því þurfum við að breyta. Við þurfum að tryggja að fólk geti bæði búið sjálfstætt og í búsetukjörnum eftir því sem það velur. Og svo eru það menntamálin og atvinnumálin og það er allt og lítið af störfum á vinnumarkaði sem að henta fólki með fötlun eða bara fólki með skerta starfsgetu að einhverju leyti. En að lokum langaði mig að segja bara með samningin, ég held að skipti rosalegu máli að hann hafi verið fullgiltur, en hann hefur bara tilvistans, hefur skipt máli hingað til eins og sendiherrarnir hafa sýnt okkur. Hann er þegar farin að hafa áhrif á viðhorf fólks í samfélaginu. Núna þegar er búið að fullgilda hann, þá fer hann að hafa enn meira áhrif og það sem mér finnst frábært og okkur í Samfylkingunni að nú munum við frá Sameinuðu þjóðunum skýrslu hvernig við erum að standa okkur í að fylgja samningnum. Og þetta verður mikilvægt tæki fyrir fatlað fólk til þess að berja á stjórnvöldu með ef að stjórnvöld ekki að standa sig. En það þarf líka lögfestan því þá tryggjum við réttindin betur. En ég er samt svo ótrúlega glöð að við höfum náð fullgildingunni af því að það mun skipta sköpum og breyta allri umræðu réttindi fatlaðs fólks. Takk. Ja, Áslu Arna í fjárhug Bjarna Benediktsson fyrir hans Sjálfstæðisflokksins får næst til að svara. Takk fyrir það, gaman að vera með ykkur í þessum dag og takk fyrir að halda svona frábæran og mikilvægan fund. Ég held að stærsti lykillinn í þessu, hvernig við getum bætt líf þeirra sem eru með fötlun og einstaklinga, margs konar einstaklinga, það er frelsi, það er valfrelsi. Og þegar maður hefur lesið þennan góða samning sem við núna höfum fullgilt, sem er gríðarlega stórt og gott skref af því í honum eru réttindi tryggð, að þá er alveg ljóst að mörg lögin sem við erum með í landinu í dag, eins og ýmis búsetuúrræði, þau eru ekki nægilega góð. Eða samningurinn segir það skýrt að þau mörg búsetuúrræði til dæmis, eins og stendur í 19. greininni, er ekki nægilega góð af því að einstaklingarnir búi ekki við nægilegt frelsi hvar þeir vilja búa eða með hverjum og hvernig aðstoð þeir vilja fá. Og þess vegna er núna orðið rosalega skýrt fyrir okkur Íslendinga að við þurfum að lögfesta notendastýrða persónulega aðstoð eins og NPA er. Og ég hef sjálf séð hvað það er rosalega mikilvægt og veitir einstaklingum mikið frelsi af því að systir mín er ein af þeim rosalega fáu heppnu sem fengu tilraunasamning NPA. Og ég held að við verðum, og það kemur rosa skýrt fram í nýrri skýrslu sem var að koma út notendastýrða persónulega aðstoð, þá er búið að kanna hvernig þeim sem eru búin að vera með hana líður með það, hvernig aðstandendum og þeim sem eru að aðstoða. Og þar er ýmislegt svona í skýrslunni sem hægt er að fræðast hvernig þetta er búið að reynast. En mikilvægasta í skýrslunni er að það er talið að ábatinn af notendastýrðu persónulega aðstoðinni sé miklu meiri fyrir samfélagið og einstaklingarna sem fá hana heldur en kostnaðurinn sem ríkið þarf að greiða. Og þess vegna megum við ekki setja það fyrir okkur þó að þetta sé eitthvað dýrt og við ætlum ekki að hlusta á stjórnmálamenn sem setja það fyrir sig af því við verðum að lögfesta og leyfa fleirum að fá svona aðstoð svo að þeir geti verið frjálsir. Af því að
svona aðstoð verður að vera í boði fyrir þá sem vilja búa heima hjá sér og geta gert það með aðstoð allan sólarhringinn. Þannig að ég vil mjög mikið bæta þessi búsetuúrræði. Svo auðvitað margt annað að því samningurinn setur mikla kvöð og sveitarfélögin eins og Reykjavík og Kópavogur og öll sveitarfélögin í landinu, þau þurfa núna að fara að taka sér mikið tak svo að samningurinn sé í gildi. Þau þurfa að taka sér stórt tak til dæmis í rútum og aðgengi í þeim, þau þurfa að taka sér stórt tak í að texta eins og í sjónvörpum og túlkaþjónustu og margt fleira. Það kemur rosalega margt sem samningurinn setur sem sveitarfélögin og ríkið þurfa að fara að aðlaga sig að svo við getum síðan lögfestan. Þannig að svo þetta líka menntunartækifærin sem þurfa að vera fjölbreyttari. Ég held að diplómanámið þurfa að vera opnara og fjölbreyttara líka. Og svo hlutastörf, við þurfum að auka hlutastörf og fjölga þeim. En svo held ég líka aðgengi í samgöngum sem mjög mikilvægt af því að geta verið þáttakandi í samfélaginu í þeim eins og annars staðar jafn mikilvægt til að vera þáttakandi bara í venjulegu samfélagi. Og svo bara ég ótrúlega spennt að svara fleiri spurningum en ég ætla líka að segja ykkur að ég búin að setja mér eitt markmið ef ég kemst á þing. Ég sem sagt 25 ára og mér finnst pólitík rosalega flókin. Mér fannst það alltaf og ég veit hvað mörgum finnst orðin flókin og bæði fólki með fötlun og öðru fólki sem bara skilur oft ekki hvað pólitíkusar og stjórnmálamenn eins og við erum að segja og stundum stend ég með að því að ég skilji stundum ekki sjálf hvað ég að segja. Og ég ætla að setja mér það markmið að skrifa alltaf einu sinni í mánuði hvað að gerast á þinginu og auðlesnu máli. Takk. Jón Steindór Valdimarsson fyrir hönd Viðreisnar og næst síðastu til að svara. Já, takk fyrir það og það er gaman að fá að vera hérna með ykkur í dag. Ég vil nú eiginlega byrja á því að hrósa félaginu ykkar fyrir það mikla starf sem það hefur unnið. Ég var til dæmis áður en ég kom hérna á þennan fund í gær að skoða þessa fínu og flottu heimasíðu sem félagið með, sem alveg til mikillar fyrirmyndar. Ég set mér nú eiginlega ekki úr færi að horfa á fína þáttinn, sjónvarpsþáttinn með okkar augum og þar nú fyrir svona kallinn eins og mig að nú gott að geta lært að elda einfaldar uppskriftir og síðan náttúrulega spurningakeppnin með Andra Frey náttúrulega alveg óborganleg, snakkaralegur spyrill. Ég tek þetta fram hérna vegna þess að ég held að starfa þessu tagi, það að við sjáum ykkur og þið sjáið okkur, sé ákaflega hollt fyrir okkur öll. Ég held að allir einstaklingar eru eins og þeir eru og ekkert okkar eins. Og við höfum mismunandi styrkleika og veikleika. Ég vil líta svolítið á þetta eins og við séum eiginlega bara eins og perlur á bandi, löngu bandi með fullt af perlum sem í alls konar litum og stærðum og þannig erum við. Og það mikilvægt að við gætum þess að allir njóti réttar í samfélaginu. Ég held að það sé grunnpunktur sem við þurfum öll að hafa í huga. Og stjórnmálaflokkarnir, og ég ætla að segja bara stjórnmálamenn allir, verða auðvitað að hafa þetta í huga. Og ég heyri ekki betur en á því sem hér hefur verið sagt hingað til að það vilji allir gera vel og það vilji allir gera betur. Og það þarf að gera, en fyrst og fremst þarf að búa þannig hnúta að fólk ráði sér eins mikið sjálft og nokkur kostur Það gildir alla. Þannig ég tek undir með sessunaut mínum að hafa frelsi til að velja og ráða sér sjálfur eitt það mikilvægasta sem við öll höfum. En leið og við eigum að hafa frelsi þá ábyrgð sem fylgir frelsinu. Og það þá fyrst og fremst okkar sem erum að reyna að stýra og gera vel. Ábyrgðin okkar á að kerfin
virki eins og til er ætlast. Það búið að nefna hér samninginn, Sameinuðu þjóða samninginn réttindi fatlaðs fólks. Það auðvitað fagnaðarefni að hann hefur tekið gildi. Það tók ansi langan tíma að fullgildan en vonandi var tíminn notaður vel til þess að undirbyggja það sem í honum stendur. Það þarf að leiða þennan samning í lög til þess að tryggja þessi réttindi. Í Viðreisn þá erum við staðráðin í því að gera eins vel og við mögulega getum. Það var minnst hér á aðgengismál áðan og ég þekki það aðeins persónulega þar sem ég hef verið að vinna að verkefni sem snýst einmitt aðgengi fyrir hreyfihamlað fólk og eins og með hreyfihamlað fólk þá það af öllum tegundum. Það mismunandi fötlun og það líka mismunandi þroski sem að það fólk hefur, en það mjög mikilvægt að aðgengi sé gott alls staðar í samfélaginu til þess að maður geti farið notið þess sem í boði sést á ferðinni og séð annað. Við eigum öll að geta verið þáttakendur í lífinu á okkar eigin forsendum og það ætlum við okkur að gera hjá Viðreisn, að leggja okkar að mörkum í því til þess að stuðla að því. Það það eina sem ég get lofað ykkur hér. Takk. Takk fyrir Jónsdóttir. Steinunn Þóra í fjarveru Katrínar Jakobsdóttur fyrir hönd Vinstri-grænna for síðustu svar og það mikilvægt að þetta sé stutt málflutningur. Já, ég skal reyna að gera mitt besta. Komiði sæl. Katrín biður að heilsa. Þakka ykkur kærlega fyrir að halda þennan mikilvæga fund. Spurningin var, hvað viljið þið gera til að fötluðu fólki líði betur í samfélaginu? Við í Vinstri-grænum, við erum þeirrar skoðunar að samfélagið eigi að vera fyrir alla og að við eigum öll að njóta mannsæmandi kjara. Og við leggjum líka áherslu á það að það þurfa að draga úr kostnaði í heilbrigðiskerfinu til þess að allir óháð kjörum geti fengið þá heilbrigðisþjónustu sem þeir þurfa á að halda. Þess vegna það nauðsynlegt að bæta kjör öryrkja en leið og það gert þá líka mikilvægt að hafa kerfið þannig að það hvetji til atvinnuþátttöku og á sama tíma þá verðum við að gera nauðsynlegar samfélagslegar breytingar til þess að fatlað fólk og fólk með skerta starfsgetu fái vinnu. Og það eitthvað sem við sem samfélag verðum að takast á við og breyta saman og setja kröfu á vinnumarkaðinn. Það mjög mikilvægt að fólk hafi aðgang að góðri menntun og ég veit að það gildir allavega fyrir fólk með hreyfihömlun að eftir því sem það hefur betri menntun þá aukast líkurnar á því að þeir fái vinnu. Ég veit ekki hvort að sama gildir fólk með aðrar skerðingar en mér finnst það ekki ólíklegt því að það gildir fyrir rauninni alla aðra að hópa í samfélaginu að menntun skiptir máli og eykur atvinnu möguleika fólks og þess vegna mikilvægt að við setjum fókus á menntunina. Það þarf að lögfesta NPA og það þarf að lögfesta líka samninginn réttindi fatlaðs fólks. Það frábær starf sem að sendiherrarnir hafa staðið að við kynningu á samningnum og ég held að núna sé næsta skref að allir stjórnmálamenn þeir læri á inntak samningsins og skilja hann og geti notað hann þannig að alltaf þegar eru sett lög
þá séu þau í takti við samningin. Því að það er þá sem að við náum að gera alvöru samfélagslegar breytingar og búa til samfélag þar sem að allir geta tekið þátt. Og ég held að það sé svo mikilvægt að þetta tvennt fari saman, annars vegar að bæta kjörin og hins vegar að breyta samfélaginu til þess að allir geti tekið þátt, því að það er til ósköp lítils að búa við góða afkomu ef þú getur ekki tekið þátt í samfélaginu vegna þess að aðgengismálin eru í ólagi. Og að sama skapi þá er gott aðgengi óskaplega lítils virði ef þú hefur ekki fjárhagslegu aðstæðurnar til þess að geta tekið þátt í samfélaginu. Þannig að þetta tvennt verðum við að skoða í samhengi og það viljum við í Vinstri grænum gera. Takk. Við þakkum kæra þig og við vindum okkur bara í næstu spurningu. Á hvaða kjörum finnst ykkur að fatlað fólk eigi að vera? Guðmundur, þú sagði þetta ný spurning en það það sama, það verður að stutt og nýtt með það. Það á að vera þannig að getum lifa mannsæmandi lífi og að húsnæðiskostnaðurinn sé ekki meira en í mestalagi 20% af innkomunni. Það er algjört skilyrði. Það þarf ekki að hafa þetta langra. Þakka þér Guðmundur. Eva, hvað segir þú? Já, Björt framtíð auðvitað talar fyrir bættum kjörum og þar af leiðandi fyrir fólk með fötlun eða á örorku og það þarf svo sannarlega að hækka sem sagt allavega upp að lágmarkslaunum og eins og auðvitað höfum við áhyggjur af þeirri tekjuskerðingu sem hefur verið minnst á hér þegar fólk er að vinna að það verður að vera hvati og því höfum við hræðst þetta svokallaða sem við tölum krónu gegn krónu. Við myndum vilja sjá því útrýmt þannig að launin séu mannsæmandi eins og hér var sagt. Takk. Rannusteinun, fyrir hann döguna, þú svara mjög stutt. Já, Dögun vill lögfesta lágmarksframfærslu, þannig verði ekki undir 300.000 á mánuði. Það fari ekki nema cirka 1/3 af launum í húsaleigu eða húsnæðiskostnað og fólk geti lifað á laununum sínum. Það er svona megin stefið. Þakka þér Guðmundur Kristinsson fyrir hann flokk fólksins. Það kom til að hafa stutt og gott. Flokkur fólksins með skýra stefnu, 300.000 krónur eftir skatta. Ég ætla bara að benda ykkur á það að á 1988 þegar staðgreiðsla skatta var tekin upp, þá var grunnlífeyrir, tekjutrygging og heimilisuppbót skattlaust. Plús það að fólk átti 25% af persónuafsláttunum upp í aðra tekjur, lífeyristekjur aðra tekjur. Uppreiknað í dag er þetta 300.000 skatt og skerðingarlaust. Síðan þarf að reikna rétta framfærslu þannig að fólk geti lifað á Íslandi með reisn. Takk fyrir. Sigurður Ingi fyrir hann Framsóknarflokks, hvað segir þú þetta? Hafa stutt svar? Það skal hafa mjög stutt. Það eru mannsæmandi kjör. Við viljum að lágmarksbætur fylgi lágmarkslaunum. Við viljum líka efla og hvetja til vinnu, meðal annars með kerfisbreytingunni í starfsgetumatinu. Og svo eru almennu íbúðirnar, það sem búið að lögfesta, þær munu tryggja að enginn borgar hærri en 25% af sínum ráðstöfunartekjum í húsaleigu og það skiptir miklu máli. Þakka þér fyrir. Júlíus, við hand Húmanistaflokksins, hvað segir þú þetta? Stutt svar. Já, við viljum að það verði að minnstakosti 300.000 krónur á mánuði án þess að sé teknir skattar af því, það er á ekki að taka skatta af því. Við erum með framtíðamarkmið sem rætt mjög víða í heiminum sem það heitir óskilyrt grunnframfærsla eða borgaralaun og þá er stefnt að því að ríkið borgi öllum borgurum 18 ára og eldri lágmarksframfærslu
og þannig muni verða raunverulegt frelsi allra til þess að geta valið hvað þeir vilja taka fyrir hendur og það þýðir ekki að tala frelsi ef þið fylgja ekki peningarnir til þess að vera frjáls. Takk. Þakka þið, en ég sé að hvorki Ragnhildur Guðmundsdóttir í Íslensku þjóðfélaginu Jón Þór Ólafsson og Pírötum hérna viðstaddur, svo ég neyðist að fara beint í Samfylkinguna. Sigurður Ingibjörg, þú átt að svara, en hafa það bara mjög stutt. Við fyrir að hlaupa fleiri spurningum af. Flott. Við í Samfylkingunni, við viljum að greiðslur örorkulífeyris hækki til samræmis við kjarasamninga og svo viljum við hætta krónu á móti krónuskerðingunum sem gera svo að það borgi sig betur að vera í vinnu og maður geti hækka tekjurnar sínar með því. Já. Þakka þið. Áslaug Arna fyrir hönd Sjálfstæðisflokksins. Þú ert næsti að svara, en hafa það stutt. Takk. Ég tek undir að það mikilvægt að hækka bæturnar. Það hækka núna næstu áramót í 280.000 og síðan áramótin þar á eftir í 300.000. Það þarf líka að afnema frítekjumörkin svo að það sé hvatning til að vinna. Og er sammála þeim sem fyrir hafa talað og er ánægilegt að heyra það að afnema skuli krónu á móti krónuskerðinguna og það þarf líka bara að einfalda kerfið svo að þetta sé ekki svona torvelt og flókið. Þakka þið. Jón Steindór, þú ert næst síðasti að svara og hafa það stutt. Það verður alveg rosalega stutt. Það þarf auðvitað að hafa bætur þannig eða laun öllu heldur að það sé í takti við það sem takti við lágmarkslaun í landinu. Það er það fyrsta. Og síðan held ég að ég ætli að nota tækifærið til að minnast hérna aðeins á vexti á peningum vegna þess að peningarnir kosta og það kostar líka að skulda. Mikilvægt að ná vöxtum niður bæði fyrir okkur öll og ríki og sveitarfélög til þess að hafa meiri peninga til skiptana því allt kostar nú peninga á endanum. Takk. Já, Steinþóra fyrir hönd Vinstri grænna, þú ert síðast að svara, en það er það sama. Þú verður að hafa svarið mjög stutt. Já, kjör fatlaðs fólks eiga að fylgja launaþróun og við í Vinstri grænum styðjum kröfuna 300.000 króna lágmarksframfærslu og til þess að fólki verði meira úr peningunum er mikilvægt að velferðarkerfið okkar sé rekið með sameiginlegum sjóðum þannig að fólk þurfi ekki alltaf að taka upp veskið og borga ef það þarf að nota heilbrigðisþjónustu. Menntakerfið á líka að reka fyrir sameiginlega sjóði okkar og það tryggir sérstaklega þeim sem eru tekjulágir aðgang að samfélaginu. Svo þetta tvennt þarf að fara saman. Við þökkum kærlega fyrir og við vinnum okkur bara í næstu spurningu. Ég vil minna háttvíta formin að hafa svarið mjög stutt og hnitmiða. Ég sé allir flokkarnir vilja hafa hækka kjörin, örorkubæturnar, en hvað finnst ykkur að lágmarksviðmið þegar kemur að kjörum fatlaðs fólks að mati ykkar framboðs? Guðmundur, búið fyrstur. Stutt. Alltaf framfærslu viðmið verður að vera almennilegt og það er þannig að fólk geti lifað eins og ég sagði áðan af mannsæmandi launum. Eva, þú ert næst. Stutt. Við höfum ekki beint nefnt akkurat einhverja krónutölu en eins og var sagt á hann að til að fylgja launaþróun þá allavega ef ég á að segja númer hér þá myndi ég segja að 300.000 sé algjörlega lágmark til að gott segja búa við gott líf. Takk fyrir. Ragnhildur, þú ert næst. Stutt. Velferðarráðuneytið var komið með rúmar 300.000 kringu 320.000 sem voru bara að reikna út lágmarksframfærslu og ég held að við séum nú bara
eiginlega með kröfun á það að við fáum þessa upphæð og enga tekjutengu. Aðalag, Sigurðingi, þú ert næstu. Nei, Guðmundur, þú ert næstu. Stutt. Flokkur fólksins er með þá skýrastefnu 300.000 krónur eftir skatta og við erum líka með þá stefningu að skerða ekki vinnutekjur fólks og lífeyrir vegna þess að það er til dæmis mjög ósannt fyrir fólk sem er að vinna og eins og núna í nýjustu lögunum þá lækkaði frítekjumarkið úr 109.000 í 25.000 krónur. Þetta er að valda því að þeir sem hafa verið að vinna í okkar flokki, fólk er að tapa og getur ekki unnið lengur vegna þess að svo hækkaði krónumóti krónuskerðinguna þannig að fólk þarf að vera komið yfir 70-80.000 krónur til þess að fara að skila einhverju vinnan. Þetta á ekki að líðast, þetta er bara mannréttindabót. Takk fyrir, Sigurðingi, þú ert næstu. Stutt. Ég er mjög ánægður með fundarstjórann. Ég held að við þurfum að fá hann sem forseta Alþingis. Það myndi ganga hraðar umræðan. En örstutt, eins og ég sagði áðan, lágmarksbætur eiga að fylgja lágmarkslaunum og þær verða 300.000 1. janúar eða í lok næsta árs. Ég þakka kærlega fyrir. Júlíus, þú ert næstu. Stutt. Við viljum að samfélagið lögfesti framfærslu viðmið. Það verði rannsaka bara vel hvað þarf hver og einn til framfærslu og lögfesta það. Takk. Ég sé að hvorki ræðandi úr Íslensku þjóðfylkingunni Jón Þór Pírötum er viðstaddur, þannig ég fer bara beint í Samfylkinguna. Sigurðingi Björk, þú ert að svara. Já, ég skal svara. Stutt! Já, en ég get ekki svara fyrir Pírata og þjóðfylkinguna. En ég verð að biðjast afsökunar á því ég sit hérna og gespa af því ég var niður á Austurvelli áðan og það var svo kalt en ótrúlega skemmtilegu fundur þar sem að konur og kallar söfnuðu saman til þess að einmitt andmæla launamisrétti. En eftir þennan kulda þá er einhvern veginn, varði ég allt í einu svona svakalega þreytt en mér finnst þetta mjög skemmtilegu fundur en afsakið hvað ég er dónalega geispa svona. En við erum ekki með ákveðna tölu á það hvað eigi að vera lágmarksviðmiðið en við viljum að greiðslurnar fylgi greiðslum á vinnumarkaði og verði 300.000. Og það er nú sama stefna og margir aðrir hér eru með. Og svo viljum við líka að það borgi sig fyrir fólk að vinna. Ja, takk fyrir Áslaug Arna fyrir hönd Sjálfstæðisflokksins. Þú næstu að svara. Stutt. Mjög stutt. Við erum búin að gæta þess að þetta verði 300.000 í lok næsta árs og að það fari ekki meir í húsakostnaði en 25% sem er mjög mikilvægt. Þannig að þetta er komið og það þarf auðvitað að passa að þetta verði áfram og framvegis í takt við lágmarkslaun. Það er 300.000 án skatta eða eftir skatta eru teknir skattar að þessu. Við spyrja Sjálfstæðisflokkinn þegar að segja 300.000 á eftir að taka skatta þá. Já. Það veit ég ekkert en hvað með það Jón Steindór næst síðastuttur að svara stutt. Já, þetta verður stutt. Það á að halda í það sem er og er búið að ákveða framundan. Það á að ganga úr skuggum að það haldist í takti við þróun lágmarkslauna og það á að draga eins mikið úr skerðingum og kostur er vegna atvinnuþátttöku. Þakka þér fyrir. Steinþóra, þú ert síðust til að svara stutt. 300.000 króna lágmarksframfærsla og fylgja launaþróun. Við þökkum kærlega fyrir og við vindum okkur bara í 4. spurninguna. Þjónustu við fatlað fólks var flutt frá ríki til sveitarfélag fyrir 6 árum. Síðan allan þann tíma hefur mjög mikil tími að orka fari í það hjá stjórnmálamönnum og stjórnarkerfi ríkisins og sveitarfélag að togast á ábyrgð, verkefni og þjónustu og fjármögnun hennar og virðist ekki ætla verða neitt lát á því
Þessi sóun á orku og tíma ósáttaleg og mjög áminningarverði þar sem mjög vegamikil réttindi og hagsmuni fatlaðs fólks að ræða sem oft ræður algjörlega úrslitum lífsgæði og möguleika til þátttöku í eðlilegu lífi. Þetta verður svo enn furðulegra í ljós þess að oft sömu stjórnmálaflokka að ræða sem fara með vald hjá ríki og sveitarfélögunum og alltaf það fé almennings og engra annara sem togast á Ég vil því spyrja, hvað ætla framboð ykkar að gera til að tryggja að sveitarfélög fái nægilegan opinber fé til þess að veita fötluðu fólki þá mannréttindi sem það á lagalega rétt á? Já, Guðmundur, þú ert svo fyrsti til að svara. Stutt! Já, það bara ósköp einfalt. Það verður að tryggja þegar sett eru lög, að það verður að tryggja það að sé hægt að greiða eða vinna eftir þeim. Og það var ekki gert nægilega. Það var fært yfir, málefnið var fært yfir og var í ólestri þá. Og allt og lítill peningur í málunum. Þannig að svo þegar við erum að rekna þetta út og sett yfir til sveitarfélagana, þá hafa þau bara ekkert ráðið við þetta. Og mér finnst mjög gott dæmi eins og NPA, að þar var talað að við myndum fara eftir sænska módelinu. Og í sænska módelinu það þannig að sveitarfélögin greiða bara fyrstu 20 tímana og síðan allt það sem það fram yfir greitt af ríki. Okay. En hérna það þannig að sveitarfélögin vildi fá peningin í gegnum jöfnunarsjóð sveitarfélaga sem gerir það að verkum að það kemur eftir á og þýðir það að þú ert bundin í því sveitarfélagi þar sem þú átt núna lögheimili. Þessu verður að breyta. Okay. Eva, þú ert næst að svara. Stutt og hnýtt með það. Já, þegar málefni eru færð milli ríkis og sveitarfélaga, þá gleymum við ofta að þarna erum við að tala manneskjur og ég hef mikið verið að vinna í Reykjavíkurborg einmitt, þar sem við höfum nákvæmlega verið að lenda í því að ég tel og margir fleiri að það hafi ekki fyllt nægilega mikið fé, þannig að sumt situr á hakanum þegar kemur að allavega málefnum fatlaðra í Reykjavík. Til dæmis frístund fyrir fatlað ungt fólk sem í framhaldsskóla. Það var bara eins og það væri eitthvað sem skipti ekki máli fyrir ungt fólk eða foreldra þess ungs fólks sem þarf þá þjónustu. Þannig að ég hef alltaf mikið verið talsmaður og berjast fyrir því. En þetta má ekki lenda svona milli skips og bryggju, því fólki sem lendir milli skips og bryggju eru fólk, ekki málefni. Og svo kvöldu Jónsmessunefnd sem hljómar mjög krútlegt og sætt hjá ríkinu, þarf að vinna betur í samtali við sveitarfélögin og bæta upp það fjármagn sem átt að fylgja. En það er bara svo þreytandi þegar við erum að tala að fylgja einhverju málaflokki, að það er fólk sem lendir á milli, eins og ég sagði hérna áðan. Ragnhildur, fyrir hönd Dögunar, þú ert næst að svara. Stutt! Takk. Skólakerfið og málefni fatlaðra, þetta komið til sveitarfélaga. Það fylgdi einhver upphæð í upphafi, en svo hefur ekkert verið endurskoðað jafnóðum eftir því sem að verkefnum hefur fjölgað til sveitarfélaga og þetta þarf að endurskoða reglulega og láta fjármagni fylgja með. Guðmundur Kristinsson fyrir hann flokk fólksins, þú ert næstu til að svara. Stutt! Flokkur fólksins myndi bara það skylda að tryggja næg fjármagni þegar verið að færa svona frá ríki til sveitarfélaga og við verðum líka átt okkur á því að eins og þeir flokkar sem hafa verið við völd að þeir vilja alltaf gera eitthvað fyrir okkur rétt fyrir kosningar og þá ætla þeir að lofa okkur eitthvað í áföngum. Þetta segir mér það að við fáum afganga. Ef að verður einhver afganga til sem yfirleitt aldrei til vegna þess að þeir gleymast alltaf loforðin. Flokkur fólksins mun koma þessu lag, það er eitt af stefnusgráðum að koma svona hlutum í lag strax. Þakka fyrir Sigurður Ingi Jóhannsson fyrir hönd Framsóknarflokksins. Þú ert næstu til að svara stutt og hnýtt með það.
Já, núna á þessu kjörtímabili hjá ríkisstjórn Framsóknarflokksins og Sjálfstæðisflokksins þá höfum við lagt áherslu á að bæta samskiptin við sveitarfélögin af því að það er rétt sem kom fram hjá fyrirspyrjanda að það verða þjónusta sama fólkið fyrir peninga sama fólks. Öll erum við skattgreiðendur hvort sem við erum í sveitarfélagi eða hjá ríkinu og öll eigum við rétt og þurfum ofta á að halda þjónustu sem annarkvort ríki eða sveitarfélög sinna. Og við komum okkur síðan saman hvort sé skynsamlegra og almennt er það og það er stefna Framsóknarflokksins að nær þjónusta sem er við íbúana það sé eðlilegra að hún sé hjá viðkomandi sveitarfélagi. En vegna þess að það hafa mjög batnað þessi samskipti, meðal annars fjárhagsleg samskipti milli ríkis og sveitarfélaga, að þá horfi ég til þess að í þessum málaflokki eins og svo mörgum öðrum að þá sé að finnast mjög ásættanleg lausn. Síðan erum við Framsóknarmenn líka með áform uppi að efla tekjur sveitarfélagana þó það sé á allt öðru vettvangi en það styður auðvitað undir getu þeirra til þess að þjónusta nærþjónustuna sem þeir eiga að gera. Takk fyrir. Júlíus þú mannast af flokksins. Já, ég ætla að þú hafa það stutt og nýtt. Já, ég ætla að taka undir það sem að Guðmundur sagði Flokki fólksins að það er alltaf varið til mannréttindamála restinni þegar búið er að láta alla hina hafa það sem þeir ætla að hafa og vextinni sem að bankin taka af okkur ef við ímyndum okkur tertu þá er þetta ef að þjóðatertan þá taka þeir fyrst helmingin af þjóðatertunni og við fáum svo bara restin af því og þetta þarf að hætta og við höfum að hafa vaxtalausa banka og hætta að láta bankana ræna okkur. Hvað er þetta með íslensku þjóðfylkingur á Píratana? Nennið þau ekki að koma eða hvað? Já, allt í lagi. Við fyrir að fá bara í samfylkinguna. Sigurður Ingibjörg, þú hefur fótt næst til að svara þessu stutt og nýtt með það. Takk. Ég held að það hafi verið mikið heillaskref að flytja málaflokk þjónustu við fatlað fólk til sveitarfélagana. Og ég held að þjónustan hafi orðið betri en það þarf að skoða betur peningarna sem að fara í þetta. Það er þannig að ríkið og sveitarfélögin eiga í stanslausum átökum peninga. En ég hef líka sem alþingismaður átt mjög góð samskipti við sveitarfélögin og það skiptir mjög miklu máli að alþingi og sveitarfélögin tali mjög reglulega saman svo að allir viti hvar vantar meira fé og hægt sé að grípa inn í. Og þeir peningar sem vantar inn í til dæmis búsettumál fyrir fatlaða og atvinnumálin sem eru hjá ríkinu, þetta eru ekki í raun mjög miklir peningar fyrir ríkið í heild sinni en skipta rosalegu máli fyrir lífskjör fatlaðs fólks. Svo ég mun halda áfram að reyna að eiga eins, og ég vona að ég verði ráðherra, og þá mun ég halda áfram að reyna að eiga eins góð samskipti við sveitarfélögin og hægt er til þess að við höfum almennlegar upplýsingar hvar peningana vantar. Takk. Áslaug Arna fyrir hönd Sjálfstæðisflokksins fyrir næst til að svara. Stutt! Það er mjög mikilvægt að sveitarfélögin fái auðvitað nægt opinbert fé til að halda á þessum málaflokki sem eru málefni fatlaðs fólks. Og það er líka svolítið mismunandi eftir hvort fatlað fólk býr til dæmis í Reykjavík eða Kópavogi, hvernig þjónustu það á að fá. Og það er auðvitað ósanngjarnt að þetta sé ekki eins gott alls staðar og við þurfum að gæta því. Af því að, en svo líka rosalega mikilvægt að ef sveitarfélagið virðist ekki geta sinnt þessu nægilega vel, þá þarf það líka stundum kannski að forgangsraða betur, það þarf kannski að einbeita sér að því sem það á að sinna. Og hvað á sveitarfélagið sinna? Einhverjum svona grunnstóðum eins og málefnum fatlaðra og menntamálunum og á kannski að sleppa að gera aðra hluti. Það er bara svona hugmynd líka. Takk. Jón Steindór fyrir næst síðustu öðrun til að svara þessu stutt og nýtt með það. Já, í spurningunni var lýsing á ástandi sem er óviðunandi. Það er ekki hægt að sætta sig við svona ástand. Þetta er því miður dæmi
hvað gerist þegar fólk í stjórnmálum vandar sig ekki. Og það það sem vantar, að fólk þarf að vanda sig. Og við hjá Viðreisn, við erum komin á vettvang af því að við ætlum að vanda okkur. Og það þýðir ekki að bjóða fram þjónustu eða færa hana til ef það ekki hugsað til enda. Stjórnmálamenn, þeir verða að hugsa hlutina til enda. Það ætlum við að gera í Viðreisn. Steinþóra, þú ert síðust að svara þessu stutt og hnutnað. Já, við í Vinstri grænum teljum alveg nauðsynlegt að fara og setjast niður og fara rækilega yfir tekjuskiptinguna milli ríkis og sveitarfélaga. Og það ekki bara þegar að kemur að málefnum fatlaðs fólk sem að þarf að gera það. Það eru miklu fleiri mál sem við erum alltaf að lenda í núningi og togi peningana. En hvað varðar samt sérstaklega málefni fatlaðs fólks, þá mikilvægt að hafa í huga í þessu að koma í veg fyrir að fólki sé mismunað vegna búsetu. Og það líka mjög mikilvægt að tryggja það að fólk geti flutt á milli sveitarfélaga eins og það kýs sjálft án þess að lenda í einhverjum vandræðum og missa þjónustu sem það hafði á gamla staðnum. Þannig að já, við þurfum að fara yfir tekjuskiptinguna og kortleggja það hvaða sem að þarf að passa upp á svo að fólk sitji við sama borð óháð því hvar á landinu það býr. Ég sé að það búið að sleppa þessu, hvernig ætla frambúið að fylgja upp til fullgingu samnings? Spurningin var hægt við þetta, tekur svo langan tíma. Já, þá fáum við bara í næstu spurninguna sem hljómar svona. Hvernig vill ykkar framboð tryggja sem mestu atvinnuþátttöku fólk með þroskahömlun? Hvað finnst ykkur það? Já, Guðmundur, það stutt. Það bara stutt. Með þessu til dæmis að sé ekki að þessar eilífu skerðingar og þessi flokkur króna móti krónu sem ekki í almannatryggingakerfinu heldur félagsleg aðstoð og þar alveg bara blöff. Og hér verið að auka í hann vegna þess að það ekki rétt og sleppa þessu þannig að þú hafir ágóða af því að vinna. Það verður að vera mjög mikilvægt og leggja líka áherslu á það við atvinnurekendur að koma með hlutastörf og annað slíkt sem getur hentað öðrum. Takk fyrir. Eva, saman spurning, en ég vil bara minna háttita framinna að við verðum svo stutt og hnýtt með það. Já, þessi 27. grein atvinnumál auðvitað mjög mikilvæg. Við þurfum, eins og hefur komið inn hérna, að auka hlutastörf. Við þurfum að eiga sterkara samtal við sveitarfélögin, þau að vera duglegri að opna sínar stofnanir og vinnustæði til að fatlað fólk eða fólk með skerðingu geti tekið þátt. Mér það svo minnistætti hún Ína, ég hitti Ínu daginn og hennar félag og sendiherranum, þar sem hún sagði að hún væri komið með draumastarfið. Hún hafði lengi sóst eftir því og það var hjá sveitarfélagi og við eigum að skapa fleiri draumastörf með því að opna samtal og eins við samtök atvinnulífsins við þurfum að taka ábyrgð, sveitarfélagi þurfum að taka ábyrgð til að opna sína vinnustæði betur en til þess að fólk geti líka liðið vel í vinnunni þurfum við að auka stuðning við fólk og stuðning við vinnustæðinu þegar þeir eru stundum bara hreinlega ekki alveg vissir hvernig þeir eiga að vera þegar fólk kemur til starfa þannig að þetta helst allt í hendur, samtal. Takk fyrir. Raðundur, fyrir næstu að svara. Stutt! Já, það þarf að afnema tekjutengingar og það þarf að vera auka atvinnu með stuðningi, efla frumkvöðlastarf með fötluðum þannig að fatlaðir og ófatlaðir geti komið saman og átt samtal, frumkvöðlastarf. Já, alltaf. Guðmundur fyrir hönd flokk fólksins fyrir næstu að svara. Stutt! Auka hlutastörf, það samtönd atvinnulífsins og ríkis að það verði nóg af hlutastörfum þegar vorum í almannatrygginganefndinni.
En það var einstaklingur núna daginn sem sagði fyrst frá fötlu sinni og var að sækja vinnu, fékk þá engin svör. Síðan þegar hún hætti að segja frá fötlu sinni þá fékk hún fullt af svörum. Þetta er óásættanlegt. Ríki og sveitarfélög eiga að ganga fyrir og sína gott fordæmi með því að ráða fólk til vinnu og svo líka annað þá ekki að skerða launin. Allir Íslendingar sem fara að vinna eiga bara að borga skatta og skyldur eins og allir aðrir, ekkert meira. Sigurður Ingi fyrir hönd Framsóknarflokksins og næstu. Stutt. Takk. Ég er svolítið ánægð með þennan fund og hvernig við svörum ykkar spurningum. Við erum meira og minna sammála hvað þarf að gera og auðvitað þarf að fjölga hlutastörfum þannig að menn geti haft úr meira að spila. Vinnumálastofnun hefur einmitt verið að hjálpa til við slíkt með því að koma til móts með framlag og mörg fyrirtæki á almenna markaðnum hafa verið tilbúin til þess, en þau þurfa að vera fleiri. Við þurfum að fá svolítið svona viðhorfsbreytingu, en auðvitað eiga ríki og sveitarfélögin að ganga á undan og þess vegna var það auðvitað svolítið vandræðalegt að þegar að Reykjavíkur borg og þeir sem þar stjórna voru að breyta hérna strætó að þeir skildu loka hlutastörfunum á því fólki sem þar vann. Mér fannst það nú svona svolítið dapurlegt svona með málflutningin hjá okkur í dag. En ég er glaður hvað við erum öll svona meira og minna sammála í hvað átt við eigum að fara. Takk. Júlíus fyrir hönd Húmanistaflokksins fyrir næstu að svara. Stutt og hnýtt með það. Já, ég skal reyna það. Það auðvitað ætti að vera lög sem að tryggja það að séu til næg hlutastörf. Það er svo nauðsynlegt að sveitarfélög og ríkið og atvinnulífið láti þau í té. En hins vegar, samkvæmt núgildandi lögum almannatryggingar, þá er þetta dálítið brandari vegna þess að fólk sem ætlar sér að fara að vinna, að það er meira og minna tekið allt saman í skerðingar og skatta og það þarf að breyta því. Þessi lög sem að voru sett núna almannatryggingarnar, Harpa Njálsdóttir sagði að þetta væri stór afturför og hún er einn mesti sérfræðingur í sambandi við svona lágmarkskjör og annað. Takk. Hvað er þetta með íslensku þjóðfylkingun og Pírata? Nennum við ekki að koma eitthvað? Æja, fyrir var beint í Samfylkinguna. Sigurður Ingibjörg, þú ert næst að svara. Stutt! Já, það skiptir mjög miklu máli að til þess að geta fengið vinnu þá þurfa rétt störf að vera í boði. Og það er búið að tala í 10 árum eitthvað starfsgetumat, en það hefur minna verið talað ábyrgð fyrirtækjana og stofnananna til þess að bjóða upp á fjölbreytt störf. Og okkur í Samfylkingunni finnst komin tíma á það að fyrirtækin og líka stofnanir hjá ríki og sveitarfélögum fara að huga betur að því að bjóða fjölbreyttari störf. Og svo á ríkið að koma inn í það með stuðningi og auðvelt og að stuðla fræðslu til fyrirtækjana svo þau skilji hvaða skiptir miklu máli að þau taki ábyrgð og hvað fyrirtækin verða miklu betri þegar það er fjölbreyttari hópur starfsmanna. Hvort sem að það er fólk með fötlun eða fólk sem er af erlendu bergi brotið eða fólk sem er komið yfir ákveðin aldur. Því að það á við á vinnumarkaði eins og í lífinu almennt að flestir staðir verða betri með meiri fjölbreytileika. Áslaug Arna fyrir hönd Sjálfstæðisflokksins fyrir næstu að svara. Stutt! Ég ætla að taka undir þetta með Sigríði Ingibjörgu af því að það er málið að við erum ekkert öll eins. Við erum ekkert öll einstaklingar eins og það er ekki allir einstaklingar með fötlun eins. Við höfum öll fjölbreyttar þarfir og langanir hvað okkur langar að gera og hvernig við viljum haga líf okkar og það á sama við atvinnu og hvernig vinnu við viljum vinna við og hvernig atvinnutækifæri okkur langar að nálgast og ná í.
Og þess vegna fjölbreytni lykilatriðin og þess vegna þarf að skapa fleiri hlutastörf og þar þarf ríki og sveitarfélög að ganga fram með fordæmi. Til dæmis að skapa fleiri störf í leikskólum fyrir fólk með fötlun, hlutastörf þar til dæmis eins og svo að þetta sé allur radíusinn, sko. Þá ég að meina að þetta sé fjölbreytt störf, það þetta að fá bæði störf í varðandi eins og umönnun í leikskólum, svo í búðum og fleiri, bara eiginlega öll. Og þar á ríki og sveitarfélög að ganga fram með fordæmi svo það sé mikilvægt að sýna mikilvægi fjölbreytnar af því að það gagnast öllum. Ja, Jón Steindór får næstsíðustu til að svara. Stutt! Já, ég held að það skipti mjög miklu máli því að flest okkar og næstum því öll okkar getum gert ýmislegt. Það kannski misjafnt hvað við getum gert, en flest öll getum við gert eitthvað. Ég held að sé langbesta leiðin til þess að koma því í framkvæmd að fólk fái störfi sitt hæfi með upplýsingu að sýna að þetta hægt. Og þá kem ég aftur að þessum frábæru sjónvarpsþáttum með okkar augum, þar sem nákvæmlega verið að sýna, það verið að fara inn í fyrirtæki sem hafa ráðið til sín fólk sem hefur með einhverjum hætti skerta starfsgetu og það undantekningarlaust að starfsmennirnir, þeir sem að fá vinnuna, fá hlutastörfin, þeir eru ánægðir, vinnuveitendurnir eru líka ánægðir og samstarfsfólkið er líka ánægt. Þannig ég held að þetta skipti höfuðmáli að við öll séum dugleg að sýna hvort öðru að þetta hægt. Og þetta ekki bara hægt, þetta gott og skilar góðum árangri, gleði og hamingju á marga staði. Við höfum að halda þessu áfram. Ég held að boð og bönn eða lögfesting, þvinganir séu ekki besta leiðin, miklu frekar þetta, að menn sjáu hvað hægt að gera og hvað það gerir fyrir okkur öll. Ja, við förum kærlega fyrir. Steindór, þú síðust til að svara. Stutt! Já, ég tek undir það að það þarf að vekja athygli á færni og dugnaði fatlaðs fólks og það hafið þið sem standið að þessum fundi svo sannarlega gert og þið hafið og eruð að breyta viðhorfum samfélagsins og það mikilvægt til þess að atvinnurekendur út allt í samfélaginu sjáu það að fatlað fólk alls konar og getur gert alls konar hluti en stjórnvöld þurfa líka að gera sitt og ég held að það sé mjög mikilvægt að við innleiðum lög bann við mismunun á vinnumarkaði vegna fötlunar. Það held ég að sé mjög mikilvægt að stjórnvöld geri og svo að ríki og sveitarfélög þau fari á undan með góðu fordæmi, axli ábyrgð og ráði fólk með skerta starfsgetu í vinnu hjá sér og það staðurinn þar sem allavega við sem erum í pólitík getum haft veruleg áhrif til að byrja. Takk. Ja. Við förum bara kærlega fyrir og við bendum okkur bara í næstu spurningu. Hver þekking þíns flokksins á námsframboði mér í Hver þekking þíns flokksins á námsframboði að námsboði til fatlaðs fólks? Hvað Til fatlaðs fólks hefur þinn flokkur stefnu í þessum málum. Ja, Guðmundur, þú svo fyrir hans alvegvirðingarna búið svo fyrsti til að svara. Stutt! Takk. Við teljum bara að allir eigi að fá það möguleika sem þeir geta og þess vegna svo mikilvægt að allt nám sé gjaldfrjálst. Við teljum að það eigi að vera það alveg upp úr öllu og að fólk fái þann stuðning sem það þarf og þar kemur NPA, þannig að þetta hangir allt saman.
samningur Sameinuðu þjóðanna og þið eru með þetta allt saman hérna fyrir framan ykkur. Takk. Eva, þú ert næst hjá svo. Stutt! Já, við í Bjartri framtíð erum það lánsum að á mínum lista í Reykjavík Suður situr einmitt ung fötluð kona sem að henni mjög hugleikið þeir litlu möguleikar sem hún upplifir að hafa þegar kemur að menntun. Framhaldsskólarnir eru orðnir bara ansi góðir og bjóða upp á gott námsframboð. Diplómanám upp í háskóla er svo sannarlega góð byrjun en það er samt ekki, hendar ekkert öllum. Það vantar til dæmis möguleika á því að geta farið í listnám. Við í Bjartri framtíð líka höfum talað fyrir að við eigum að vera með lýðháskóla sem meðal annars gæti við þá aukið námsframboð. Þannig já, meira framboð, meiri lýðháskóla og listsköpun viljum við sjá meira. Raðindur, þú ert næst hjá svo. Stutt! Já, framhaldsskólarnir í kringu landið, þeir eru með góðar svona brautir fyrir fatlaða og háskólinn með diplómanám. En ég held að við þurfum að leggja áherslu á að færa meira nám út í dreifðari byggðir og auka kannski kostina í gegnum símenntun í kringu landið þannig að allir geti stundað nám óháð því hvort þið búið í Reykjavík eða út á landi. Guðmundur Kristinsson við hönd Flokks fólksins, þú ert næst hjá svo. Stutt! Flokkur fólksins telur að við þurfum að hafa einstaklingsmiðað nám þannig að það sé miðað við þarfir hvers einstaklings og hans geta virkt algjörlega og taka fyrirmyndir af Norðurlöndunum og þannig að við erum að hætta að horfa á nám sem kostnað heldur framtíðar auð vegna þess að það er engin þjóð sem stendur betur en velmenntuð þjóð og það er mikill auður upp á framtíð að gera. Sigurður Jóhannsson fyrir hönd Framsóknarflokksins, þú ert næst hjá svo. Stutt og nýtt með það. Já, takk. Framsóknarflokkurinn er jafnréttisflokkur og leggur áherslu að allir geti notið menntunar, alveg óháð búsetu eða efnahag eða öðru því sem að getur greint fólk frá. Við erum með skóla án aðgreiningar og við erum með einstaklingsmiðað nám og búin að hafa það í gegnum kerfið og við erum með ágætiskerfi upp í framhaldsskóla og eins og hér hefur nokkur sinni verið nefnt í kvöld, diplóma upp í háskóla. Það sem að mætti bæta við er að við vorum að reyna að breyta námslána fyrirkomulaginu í námsstyrki til að styrkja verknám. Þannig að þeir sem væru 18 ára og vildu fara að læra verknám, að þeir gætu notið þess fyrirkomulags alveg eins og þeir sem að sækja í háskóla námslán og þá fendu þeir fá styrk á mánuði sem var fyrirhugaður milli 60-65.000 á mánuði sem hefði kannski gjörbreytt og styrkt möguleika til þess að stunda verknám. Þannig að já, við höfum stefnu og skoðun í þessum málum, Framsóknarmenn. Júlíus, þú ert næstu til að svara. Stutt! Já, menntun eru mannréttindi. Það þarf að segja að það er í stjórnarskrá Íslands að allir eiga að hafa aðgengi að menntun, burt sé frá tekjum. Húmanistaflokkurinn vill að öll menntun sé ókeypis en ekki bara það, heldur allur kostnaður við menntun. Og það er miklu meiri kostnaður fyrir fatlaða heldur en marga aðra að sækja menntun sína og það þarf að tryggja það að sá kostnaður sé greiddur. Annars er ekki aðgangur fatlaðs fólks, annars er ekki aðgangur allra að menntuninni. Þannig það er þetta að vera. Fínt. Ég sé að enginn úr íslensku þjóðfélaginu að Pírötum er hérna. Þannig við fyrir bara beint í samfélaginguna. Sigurður Ingibjörg, góð tíma. Þú ert næstu að svara. Stutt! Já, takk. Það hefur orðið gríðarleg breyting til batnaðar á námsframboði fyrir fólk með ýmsar skerðingar en krafan eykst alltaf meira framboð af því að fatlað fólk er farið að verða miklu virkara í samfélaginu, farið að gera miklu meiri kröfu til þess að fá að ráða sér sjálft og lifa sjálfstæðu lífi og þar að leiðandi
farið að gera meiri kröfur fjölbreytta menntun. Þannig að þó að við höfum náð mjög flottum árangri og það sé hægt að læra mjög margt bæði á framhaldsskólastigi og svo í diplómanáminu, þá erum við svo heppin að við búum í samfélagi þar sem að fatlað fólk farið að hafa miklu meira áhrif á líf sitt og því þurfum við að fylgja eftir með því að auka möguleika til menntunar í samræmi við vilja fatlaðs fólks. Takk. Áslaug Arna fyrir hönd Sjálfstæðisflokksins får næsti að svara. Stutt! Menntun á sjálfsögðu að vera án aðgreiningar og það má fagna því hversu framhaldsskólarnir eru komnir langt þó það megi alltaf gera betur. Þá fjölbreytileiki þar og mismunandi brautir í fleiri skólum. Þetta ekki bara einn skóli, þú getur valið úr og þetta þurfum við að taka upp og ofar í skólakerfinu. Og auðvitað diplómanámið mjög stórt og gott skref en þar þurfum við að gera betur. Það þarf að vera fjölbreyttara og það þarf að vera einstaklingsmiðaðra af því að þar eru sterkar kvaðir á í hvað þú átt að fara, til dæmis að læra sjálfur fötlunarfræði sem ég finnst verulega skrítin kvöð þegar þú ert sjálfur að fara í diplómanám þarna. Þannig að ég líka fagna því að það sé til dæmis komið listnám á háskólastig núna og það getur verið tækifæri í því fyrir fólk með fötlun af því að það á rétt á öllum þessum fjölbreytileika sem við höfum í menntakerfinu og við þurfum að gæta því að hann sé fyrir alla. Jón Steindór fyrir hönd Viðreisnar får næsti að svara. Stutt! Takk fyrir það. Ég held að það sé gott að hafa í huga svona markmið eða leiðarljós sem við eigum að hafa í þessum málum eins og öllu og staðfest í samningi Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks og þar ítarlega ákvæði réttindi til náms og við hjá Viðreisn við segjum gjarnan að við viljum byggja upp samfélag þar sem að allir geta nýtt hæfileika sína til fulls. Og eins og ég kom inn á áðan eða minntist á þá höfum við öll hæfileika, ýmsa hæfileika og þess vegna þarf að vera hægt að koma til móts við það í menntakerfinu, í skólunum eins og alls staðar annars staðar. Það hefur margt verið vel gert eins og sagt hefur verið. Það á að halda áfram að gera vel og það á að halda áfram að gera enn betur. Takk. Já. Steinþóra fyrir hönd Vinstri græna får síðustu að svara. Já, við í Vinstri grænum erum þeirrar skoðunar og sannfærð það að öflug menntun fyrir alla sé mikilvægur hornsteinn í lýðræðissamfélagi og ég ekki nokkrum vafa það að á 21. öldinni þá verður það að hafa menntun gríðarlega mikilvægt upp á alla þáttöku í samfélaginu. Ég hef áhyggjur af því að breytingar á framhaldsskólakerfinu séu að leiða til meiri einsleitni og það þýðir það að það verið að reyna að steypa miklu fleiri í sama mót og það held ég að sé ekki gott því að við vitum það jú öll að fólk alls konar og þess vegna sveigjanleiki og fjölbreytt kerfi af hinu góða. Ég tel líka að það þurfi að efla námsframboð á háskólastigi fyrir fatlað fólk og svo má ekki gleymast þegar við erum að ræða menntun að svo þarf fólk líka að hafa aðgang að viðeigandi aðstoð og þjónustu, til dæmis NPA eða annarri aðstoð til þess að geta sinnt náminu sínu. Þannig að við þurfum alltaf að hafa það líka í huga þegar að við tölum menntun. Það ekki nóg að menntunin sé til, heldur þarf fólk líka að geta nýtt sér hana með þeirri aðstoð eða þeim tækjum sem eru viðeigandi og þarf.
Við þökkum bara kærlega fyrir. Við vendum okkur bara beint í síðustu spurninguna. Akkur ætti fólk með þroskahömlun að kjósa þinn flokk? Þið fáum mínútu til að svara, bara 1 mínútu. Já. Guðmundur, þú ert fyrstur. Bara 1 mínúta. Allir sem vilja jöfnuð í samfélaginu eiga að kjósa okkur. Það er svo einfalt. Þarf í rauninni ekkert að hafa það mikið lengra, en ég ætla samt að minna á að það sem við höfum fram yfir kannski flest aðra flokka, við teljum að það þurfa að taka mjög sterka beygju, ekki hanga áfram í þessari græðgisvæðingu sem hefur verið. Hún sett okkur á hausinn fyrir núna 10 árum síðan og nú er allt að koma í það sama. Allar kannanir sýna það að það er að verða meira og meira og lengra og stærra bil milli ríkra og fátækra, og fátækt er að stór aukast hér í landinu. Þakkaði fyrir Guðmundur. Eva, þú hefur 1 mínútu. Björt framtíð vill auðvitað jöfn tækifæri fyrir alla og þar með talið fatlað fólk. Ef við hugsum 29. grein samningsins, þá er líka talað að fatlað fólk er að taka þátt í stjórnmálum, sem að það kannski bara hreinlega hefur ekki vilja að hinga til. Við göngum það skref því að eins og hér kom fram áðan, þá eigum við alltaf að segja ekkert okkur án okkar, og þannig starfar Björt framtíð til að skapa jöfn tækifæri, til að breyta viðhorfum til fatlaðs fólks. Þakkaði fyrir. Rannhildur, 1 mínúta í þetta. Já, við Dögun leggjum áherslu á mannréttindi, öryggi og að fólk fá að lifa og starfa með sæmd og reisn. Og við höfum að gera hlutina bara saman. Takk. Þakkaði fyrir. Guðmundur, flokkur fólksins, 1 mínúta í þetta. Ég er í flokki fólksins, en ég er einnig í kjarahóp Öryrkjabandalagsins, varaformaður hans, og er nýkomin í stjórn Landssambands hreyfihamlaðra sem er Sjálfsbjörg, það er komið nýtt nafn þar á. Ég er sjálfur í þeirri aðstöðu að vera í þessu fatlaður, og ég gerir mig grein fyrir því að á bestan hátt að hvað er okkar þörf, og ég er í þessu að berjast fyrir okkar málefnum. Mér langaði ekkert á þing, en það er aldrei gert neitt fyrir okkur lofað öllu fögru en allt svikið. Þess vegna teljum við knúin til þess að verða að reyna að koma á þing, til þess að koma okkur málum fram á skýran hátt, þannig að við fáum sjálfsögð og eðlileg mannréttindi. Þakkaði fyrir. Sigurður Ingi, 1 mínúta í að svara þessu. Takk. Byrja á því að þakka fyrir góðan og skemmtilegan fund. Framsóknarflokkurinn hefur barist fyrir jafnrétti í 100 ár. Þetta er elsti flokkur landsins. Hann hefur tekið þátt í því með ykkur öllum að byggja upp það samfélag sem við búum í dag. Við höfum skýra sýn og stefnu og hefum framkvæmt hana og sýnum í verki að við stöndum við það sem við segjum. Og þess vegna segjum við ykkur, kjósið Framsóknarflokkinn, við komum hlutunum í framkvæmt, við höfum gert það í 100 ár og ætlum að gera það í 100 ár til viðbótar hið minnsta. Takk. Júlíus, fyrir hönd Húmanistaflokksins, 1 mínúta í að svara þetta. Stutt. Ég held að þið ættuð að kjósa Húmanistaflokkinn af því að hann setur manneskjuna fyrir ofan peninga og öll völd, og einnig vegna þess að við gefum það heiðarlega svar að án þess að koma, að við viljum samfélag en ekki eitthvað ræningjaland, og til þess að komast út úr því þá þurfum við að láta bankana hætta að ræna okkur. Það er okkar heiðarlega svar. Takk. Ég sé að hvorki Rannhildur og íslensku þjóðinni Jón Þór Pírötum viðstaduna, þannig að ég fer bara bænt í Samfylkinguna. Sigurður Ingi, þú er 1 mínútu til að svara þessu. Stutt. Já, takk. Þið eigið að kjósa Samfylkinguna að því að við stöndum fyrir frelsi sem sagt frá hlekkjum fátæktar. Við stöndum fyrir jafnrétti, þannig að allir séu jafn réttháir og jafn metnir og njóti mannréttinda, og bræðralag, sem er svolítið skrítið fyrir feminist eins og mig að segja, en bræðralagið gengur út á það að við tökum öll ábyrgð hvert á öðru. Þessum eigið að kjósa Samfylkinguna. Já, takk. Áslaug Arna, fyrir hönd Sjálfstæðisflokksins, þú er 1 mínútu til að svara þessu. Stutt. Ég ætla ekki að segja ykkur hvað þið eigið að kjósa. Þið veljið það alveg sjálf og kynni ykkur þessa flokka sem hér eru.
Sjálfstæðisflokkurinn hann stendur fyrir frelsi og aukin tækifæri sem skapast auðvitað út af minna atvinnuleysi til dæmis. Ég ætla að taka þátt í því að lögfesta NPA og það er verið og búið að lögfesta hækkunum bætur sem þarf að gera betur. Takk fyrir fundin og ég ætla líka að hrósa þessari bestu fundastjórn allra tíma. Herre Jón Steindór fyrir Viðreisnar får næst síðastu til að svara þessu stutt. Já, við í Viðreisn erum ný á þessum vettvangi, þannig að við eigum nú ekki 100 ára sögu Framsóknarflokksins að baki með öllu sem að henni fylgir. Við eigum ekkert nema framtíðina fyrir okkur. Við höldum að við getum gert gagn. Við trúum á félagslegt réttlæti. Við trúum á frelsi einstaklingsins. Við erum frjálslynd með ábyrgð. Við ætlum okkur að gera vel. Við lofum því. Þið ákveðið hvað þið kjósið, en við ætlum að standa við okkar. Ykkar er valið. Takk fyrir. Takk. Steinunn Þóra fyrir Viðreisnar får síðustu að svara þessu stutt og hnitmiðað. Jú, nú kviknaði á honum. Við í Vinstrihreyfingunni grænu framboði, við byggjum okkar starf á 4 stoðum. Það er í fyrsta lagi jöfnuður, samfélagið á að vera fyrir alla og við eigum öll að njóta mannsæmandi kjara. Við erum umhverfisflokkur og leggjum áherslu á það að náttúran eigi alltaf að njóta vafans og það verður rosalega mikilvægt á komandi árum ef okkur á að takast á við loftslagsbreytingar og það skiptir okkur öll miklu máli. Við stöndum fyrir kynjajafnrétti. Karlar og konur eiga að hafa sömu réttindi og það er nú viðeigandi í dag að segja að við leggjum áherslu á það að útrýma kynbundnum launamun. Og svo stöndum við líka fyrir frið og Ísland á að standa utan hernaðarbandalaga og beita sér fyrir friði allstaðar í heiminum. Og með áherslu á þessar 4 stoðir teljum við að við getum búið til gott samfélag þar sem allir geta fengið að njóta sín. Farðu Ína, eitthvað fleira? Nei, spurningunum er nú lokið og Andri Freyr yfir til þín. Já, ekki frekar yfir til þín Andri Freyr. Já, Andri Freyr. Takk fyrir Ína og Katrín auðvitað líka. Við ætlum að gefa sannum orðið. Eru einhverjar spurningar sem brenna á vörum ykkar? Já, ágefum spurningu. Góða kvöldið, Áki heiti ég og er varaformaður Átaks. Ég er með spurningu til Samfylkingarinnar, Vinstri græna og Sjálfstæðisflokks. Hvort þið séu sammála því að afnema frítekjumark vegna tekna sem koma inn og hvort þið séu sammála því sem var unnið í starfshópi almannatryggingamál á sínum tíma og hver sé stefnan og hvort það eigi að fara að drífa þetta af. Takk fyrir og ég óska eftir skýrum svörum. Takk. Já, takk. Hver á að byrja? Samfylkingin byrjar, gjörðu svo vel. Já, viltu segja mér hvort að við viljum afnema frítekjumark? Já, frítekjumark. Varandi tekjur sem koma inn hjá öryrkjum. Já, eins og var gert með ellilífeyrisþegana en síðan hætt við. Já. Alveg. Já. Nei, við vorum mjög fylgjandi því að það væri sett inn frítekjumark því að það skiptir mjög miklu máli að það borgi sig að vinna ef maður getur það og það manni sé ekki refsa fyrir það en króna móti krónuskerðingarna skipta þar líka rosalega miklu máli. Þannig að við teljum í algjörum forgangi að losna við þær. Vinstri grænir, gjörðu svo vel.
Já, við viljum að almannatryggingakerfið sé atvinnu hvetjandi og þess vegna held ég að það sé gott að hafa eitthvað frítekjumark og segja eins og Sigríður Ingibjörg að það gríðarlega mikilvægt að afnema krónu á móti krónu skerðingarnar. Varðandi starfshópinn, þá ert að meina það ekki nefndina endurskoðun almannatryggingalagana? Jú, mikið rétt. Þar skiluðum við í minnihlutanum séráliti ásamt Öryrkjabandalagi Íslands. Öryrkjabandalagi Íslands komst að þeirri niðurstöðu að þær tillögur sem meirihlutinn lagði fram varðandi starfsgetumat væru ekki til þess fallnar að bæta kjör öryrkja, heldur myndu þau gera velferðarkerfið okkar og almannatryggingakerfið veikara og þess vegna ákveðum við að styðja Öryrkjabandalagið í þeirra sjónarmiðum í þeirri vinnu. Sjálfstæðisflokkur næst. Ég sammála því að það þarf að hækka frítekjumarkið svo að sé hvatning til að vinna og hvatning til að fara út á vinnumarkaðinn og vera í hlutastörfum einhvers konar. Kerfið á auðvitað að aðstoða fólk sem þurfa á því að halda og einbeita sér að því. Þetta á auðvitað að vera forgangsmál næstu ríkisstjórnar að klára þessa vinnu sem var komin langt. Og það nú bara þannig að ég sé þetta þannig að stjórnvöld og ríkið eigi að einbeita sér aðalega 5 hlutum í samfélaginu og ef það getur ekki gert þá vel þá þarf það greinilega að minnka eitthvað annað sem þau eru að gera og þar almannatryggingamálin sem auðvitað fyrir öryrkja og aldraða og við þurfum að passa okkur að tala ekki alltaf saman þessa hópa líka. Svo það heilbrigðismálin, það menntamálin og það samgöngumál og svo það öryggismálin eins og lögreglan. Takk fyrir þetta. Næst, hver vill, einhver sem vill spyrja hér? Já, góðu fundargestir, ég heiti Ágústa, í stjórn Átax. Heimasíða flokksins þins og allt kynningarefnið á auðskildu máli og hefur þú sjálfur það íhuga að tala auðskildu mál? Er það alla flokka? Ég að spyrja til alla flokka. Já, því miður þá okkar heimasíða ekki á nægilega auðskildu máli en það stendur til bóta vona ég. Ég reyni að tala auðskilið mál sjálfur. Takk. Hvað segir Eva? Björt framtíð hefur alltaf lagt sig fram við að vera með efni á auðskildu máli og eins má ég örugglega bæta mig sjálf í að vera betur auðskilin. Við skulum sjá, já, Ragnhildur? Já, síðan okkar með svolítið góðan texta og auðskilin texta en við þurfum að bæta okkur í stærðina og litrinni. Ég held að það sé ekki nógu gott fyrir alla. Já, Guðmundur? Heimasíða Flokk fólksins á að vera aðgengileg fyrir alla, alveg sama hverjir það eru og mér skilst að hún hefur fengið til fyrirmynda vegna af, eins og taldi Öryrkjabandalagið, hún næði mjög skýrt til alla og ég vona að ég geti talað líka skýrt til alla. Já, Sigurður Ingi, hvað segir þú? Ég veit að gamla heimasíðan okkar var ekki nægilega góð, hún bara sem nýlega komin upp í loftið og þar nú allavega meiningin að þar sé allt nokkuð auðskilið og ég vona að sjálfur sé ég býsna auðskilin svona oftast en við getum öll bætt okkur og þar með tali ég. Júlíus? Já, þetta mjög góð ábending og ég hræddur það að heimasíðan okkar sem alveg ný að hún geti verið dálítið erfið að skilja svoleiðis að mjög góð ábending og við munum reyna að laga það sem best. Ég veit ekki hvort að þið hafi skilið það sem ég var að segja og hvort ég talaði einfalt mál en þetta alltaf bara eilífa kúnstin að geta tala mannamál og vera ekki með einhver skraut og flúr í kringu það. Takk fyrir. Hvorki ræðinu Jóns þá hérna, þannig að ég skipti bara á Sigríði Ingibjörgu, Samfylkingin. Takk. Heimasíða Samfylkingarinnar því miður ekki með sérstakan
flipa fyrir auðlesið, en stefnan okkar núna fyrir kosningarnar á mjög auðlesnu máli og ættu að vera aðgengileg öllum sem áhuga hafa. Já. Ég legg mig fram að vera skýr í málflutningi, en ég held að það var mjög góð brýning hér frá í byrjun fundarins að við töluðum skýrt og skiljanlega, og ég held að stjórnmálamenn eigi alltaf að hafa það í huga að til hvers erum við að þessu ef við viljum ekki að fólk skilji hvað við erum að segja. Svo bara takk fyrir að brýna okkur í því. Já, Áslaug Arnar úr Sjálfstæðisflokknum. Á heimasíðun okkar var tekið sérstaklega fram svona alltaf nokkri punktar einfaldir úr stefnuskráni í hverju málaflokki og sett efst svo að það væri auðskiljanlegra og þyrfti ekki að fara í gegnum alla langlókuna sem textar og stefnumál geta stundum verið. Þannig að við megum alltaf gera betur og góð hvatning til þess, og ég reyna alltaf að vanda mig að vera skiljanleg og hef einnig sett mér að markmið að reyna að skrifa á auðlausnu máli alltaf einu sinni í mánuði því ég er komin á þing. Já, Jón Steindór, Viðreisn, hvað segir þú? Já, eftir að ég skoðaði heimasíðu ykkar félags þá sé ég að við stöndum okkur afar illa og höfum verk að vinna. Þið eru til mikillar fyrirmyndar með ykkar framsetningu, þannig að við munum skoða það í framtíðinni. Ég veit ekki hvort ég tala skýrt, þið dæmið best það hvort að þið hafi skilið eitthvað af því sem ég hef sagt hér í dag, en ég vil gjarna vanda mig. Takk. Alltaf, síðust á mælindaskrá er Steinþór Vinstri græn. Já, á heimasíðu okkar, þar stefnan okkar hægt að nálgast hana tákmálstúlkaða og það er líka hægt að hlusta á hana, það er að segja hún er lesin upp, og við erum með hluta af okkar áherslupunktum á auðskildu máli og hægt að velja sérstakann flipa þar en við þurfum að halda áfram vinnunni og bæta fleiru inn undir auðskilin mál, en ég held að við séum komin ágætlega á veg með að hafa stefnun okkar aðgengilega, og sjálf reyni ég að leggja mig fram það að tala skýrt þannig að allir skilji mig og vera sem auðskildust. Takk. Já, það er ein spurning hérna frá ungri konu, Jóhanna Þórkalla, með stutta spurningu á alla flokka. Gjörðu svo vel. Okay. Já, kæru þjóðflokkar. Ég heiti Jóhanna Þórkalla Eiríksdóttir og var í skemmtinefnd Sjálfstæðisflokks, og ég að spyrja alla flokkana hvort ég búin að bíða eftir 10 ári eftir húsi, og ég að reyna að leita af því í sambandi við Reykjavíkurborgina að setja húsið bara alveg sér fyrir mig. Og já, hvað vil ég gera í þessu máli? Býtu, Jóhanna Þórkalla, settu þessa spurningu á alla flokkana? Já. Þannig að ég byrja á Alþýðufylkingunni, Guðmundur. Já, við leggjum áherslu á félagslegt húsnæði og ég held að það myndi bjarga mjög mörgum. Já, Eva? Já, góð spurning, og þannig að þú ert algjör stuðbolti, ég þekki það. Við þurfum auðvitað að, eins og kom hér fyrir fram, að auka sjálfstætt val til búsetu, hvort sem að fólk kýsa að búa í búsetukjarna eða vill vera lengur eða vera sérst heima, og þá þarf auðvitað að löggilda eða koma MPA í notkun, en það er rétt hjá þér að við þurfum algjörlega að auka íbúðir. Ragnhildur? Já, við viljum koma á leiguréttarhúsnæði, þar sem að fólk getur fengið leigt, og þetta er óhagnaðardrifin leiguréttarhúsnæði samvinnufélög, þar sem að fólk getur fengið íbúðir án þess að þurfa að borga alveg bara lungan úr peningunum mánaðarlega. Guðmundur Ingi, hvað segir þú? Já, það er alveg bara sjálfsögð mannréttindi að allir þeir sem vilja fá eigið húsnæði eiga rétt á að fá eigið húsnæði, hvort sem þeir eru leigja eða kaupa. Það er bara á að vera sjálfsagður hlutur. Já, Sigurður Ingi, hvað segir þú?
Já, í vor þá samþykktum við lög á þinginu, bæði samvinnuhúsnæðisfélög og almennar íbúðir, þar sem að ríki og sveitafélög koma saman og það þegar byrjað á nokkrum stöðum á landinu, sveitafélög, að byggja slíkar íbúðir til þess að fjölga valkostum fyrir alla, ekki síst þá sem þurfa á þessum íbúðum að halda. Og þannig að við erum á góðri leið og það er eina leiðin sem er hægt að fara, það er að fjölga þessum húsnæðiskostum og við erum á góðri leið með það. Allt í lagi. Já, Júlíus, þú næstu. Já, Húmöndaflokkurinn vill koma á ríkisbanka sem að lánar án vaxta og meðal annars með forgang á húsnæði samvinnufélögum og húsnæði sem er hægt að nýta allt lífið og með öryggi og af því að húsnæði eru mannréttindi og við bætum við húmanistar að það verði bannað að bera fólk út af heimilinu sínum. Það er ekki hægt að taka mannréttindi af fólki með því að svipta það heimilinu sínum eins og oft er gert í núverandi kerfi. Já. Ég sé að hvorki ræðandi og íslensku þjóðfylkingunni Jón Þór Pírötum með hennar, þannig ég skipti bæði við samfylkinguna. Sigríður Ingibjörg, þú næst. Takk, Jóhanna Þorkatla, ég skil mjög vel að þú sért orðin leið á að bíða. Ég flutta heima því ég var 22 ára og ég hefði ekki viljað búa heima degi lengur. Samt á ég frábæra foreldra. En ég vildi bara fá að vera fullorðin og það viljum við öll og í dag þarf ungt fólk að bíða allt og lengi eða borga allt og mikið fyrir húsnæði. Þess vegna erum við í Samfylkingunni bæði með leið til þess að auðvelda fólki að kaupa sína fyrstu íbúð og eins viljum við fjölga þeim leiguíbúðum sem að ríkið mun styðja við að verði byggðar upp til þess að sem flest ungt fólk geti flutt að heiman eða losnað úr allt og dýrri leigu og farið í viðráðanlega leigu. Já, Áslaug Arna og Sjálfstæðisflokknum, þú næst til að svara. Æ, Þorkatla, gaman að sjá þig þetta. Við vorum saman í skemmtinefnd Sjálfstæðisflokksins. Ég veit vel að þið langar að flytja burt frá mömmuðina skólaverðustygnum og það er mjög nauðsynlegt skref að það sé fjölbreytt úrræði fyrir fólk. Og ég flutti nú bara heiman frá foreldrum mínum í fyrra, 24 ára gömul og hefði ekki viljað vera þarna mikið lengur þó að ég er æðislegan pappa. En við þurfum að passa að það séu fjölbreytni og engar þvinganir það sé ekki verið að setja alla í sama mót, að það sé ekki verið að setja alla á leigumarkaðinn eða alla í félagslegar íbúðir eða alla að kaupa íbúð. Við þurfum að fjölbreytni bæði fyrir allt unga fólki sem vil flytja heiman, fyrir eldra fólki sem vil minnka við sig og svo fyrir eins og þig sem vill fá íbúð í Reykjavík, einhverja félagslega íbúð. Þannig að við þurfum að passa fjölbreytnina og ég vona að það gangi sem fyrst eftir út af því að það er byrjað að byggja svoleiðis og þarf að gera meira af. Ég var fyrst að hlaða viðreisn og Vinstri græna. Já, alltaf Jón Steindór. Já, takk fyrir það. Takk fyrir spurninguna. Það er auðvitað leiðilegt að háskólar eru búin að bíða svona lengi eftir húsnæði. Ég kann nú eiginlega ekki skýringar á því af hverju það er. Það eru aðrir sem hafa haft það að segja. En það þarf auðvitað að reyna að auka framboð á búsetumöguleikum á húsnæði. Og það þarf að reyna að ná niður kostnaði við að eignast húsnæði eða geta leigt húsnæði eða komist inn í húsnæði. Og það gerum við fyrst og fremst með því að reyna að lækka byggingakostnað og það gerum við helst með því að lækka vexti í landinu og auka framboð. En ég hef því miður get ekki lofað þér neinu þetta, því miður. En það er mjög langt síðan ég flutti hins vegar heiman. Ég hefði gjarnan viljað búa lengur heima á mömmu minni og pappa, en svona er þetta, það eru misjafnar þarfirnar. Alltaf leið, Steinþóra, þú ert síðustu rauðinni að svara þessa spurningu. Húsnæðismál eru stór mál fyrir þessar kosningar og það heyrum við og finnum þegar við förum út og tölum við fólk. Við í Vinstri grænum, við viljum setja stór aukið fé
í stofnframlög þannig að það sé hægt að byggja meira af leiguhúsnæði því að það þarf að auka húsnæðið sem í boði og þannig meðal annars að ná niður leiguverðinu. En við Vinstri græn höfum jafnframt alltaf haldið því til haga að þegar verið að byggja þá verðum við að standa vörð byggingareglugerðir vegna þess að byggingareglugerðin sérstaklega vinur fatlaðs fólks vegna þess að við verðum að byggja húsnæði sem aðgengilegt fyrir alla og það hjálpar til upp á það að fólk hafi meiri möguleika á að skipta húsnæði og flytja. Þannig að mér finnst mjög brýnt að alltaf þegar við tölum húsnæðismál og að fjölga þurfi íbúðum að þá munum við líka eftir því að húsnæðið verður að vera aðgengilegt. Já, við þökkum bara kærlega fyrir. Nú vil ég þakka öllum frambjóðendunum, þeim Guðmundi, Evu, Ragnhildi, Láru, Guðmundinga, Sigurðinga, Júlísi, Randi, Jón Þór, Sigrid Ingibjörgu, Áslaugu Örnu, Jón Steindór og Styrmi Þóru fyrir komuna og mig öllum farnast vel. Við þakkum kærlega fyrir okkur. Nei, við höfum ekki tíma. Við þakkum ykkur kærlega fyrir. Nú ger ég boltan yfir Áka, varaformann Átaks. Kæri gestir, stjórnmálamenn og áhorfendur heima í stofu. Vil þakka öllum sem hingað komu fyrir þátttöku í þessum fundi. Það mikilvægt að hafa svona fund því við, fólk með þroskahömlun og fatlað fólk í samfélaginu, fáum tækifæri að spyrja hvernig þið stjórnmálamenn ætli að móta okkar framtíð. Við eins og aðrir í samfélaginu höfum margt til brunns að bera, varðandi málefni fatlaðs fólks, kjör okkar og atvinnumál. Þá þessi listi ekki tæmandi. Ég vil hvetja ykkur stjórnmálamenn fyrir hönd okkar í átaki, Félagi fólks með þroskahömlun, sendiherra Sameinuðu þjóðanna, sendiherrar samning Sameinuðu þjóðanna og annarra sem koma að þessu fundi að hafa okkur með í ráðum. Leyfa okkur að taka þátt í vinnu við að móta samfélag fyrir alla, ekki bara suma. Við erum með sýn sem við erum stolt af og komum sterk fram með. Það ekki nóg að tala bara hlutina, heldur þarf að framkvæma og það sem allra fyrst. Ég vil þakka ykkur fyrir komuna og vonandi gangi þið inn í framtíðina með það sem hér hefur farið fram að leiðarljósi. Göngum því stolt, sterk og sýnileg í sömu átt, vonum það. Takk fyrir fundinn og fundi slitið.